Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að við ætlum að vita hvað snjókallinn á að heita hérna fyrir utan samkomuhúsið en éljagangur, útivistar og vetrarhátíð og Akureyri að hefjast og hafinn, hófst reyndar bara í gær. Þannig að það var nafnaleikur og ég mér skilst að það hafi komið alveg ótrúlega mikið að tillögum. Já, það var bara mjög flott viðbrögð. Það komu 300 tillögur og hérna bara af öllu landinu, þannig að þetta bara hefur náð víða. Þetta stærsti snjókall sem hefur verið allavega settur upp í tengslum við þessa hátíð. Já. Það nokkuð ljóst. Þannig að það var væntanlega komið nokkur stóru nöfn, eða hvað? Já. Já. Ísna voldug. Já. Hver? Man eftir, ég var ekki veturliði, það ekki svolítið stórt nafn? Jú, það mjög stórt nafn. Stórt og viðeigandi nafn. Varstu eftir einhver öðru, María, sem að... Hrímir, Jötun. Já. Við vorum eitthvað aðeins að fylgjast með því sko þegar var verið að setja höfuð á snjókallin og það var vist aðeins meira en fór kollegi okkar að mynda þetta og þau held að þetta væri mjög einfalt mál að kippa einum svona haus upp á en það var vist meira. Virti stígum til höfuð til að byrja með. Já. Það kom upp svo hugmyndir reyndar að sko smíða gíraffa til minningar hann Maríus. Í Köpen, en þeir gáðist upp á hálsinum sko. Mætir og fóru bara í snjókallin. En eigum við að fara eigum við að segja frá þessu? Já, ekki reyna það. Hvernig völdu þið? Voru þið sérleg dómnefnd eða? Já. Já, það var öll Akureyrastofa lagði höfuðið í bleyti þarna og lagðist yfir allan listan og valdi svona sterkustu nöfnin og þá komu svona inn 5 nöfn sem voru stóð einna helst upp úr. Já, ég mætti einu viðbútt sem var komst langt. Það Éljagaur. Éljagaur. Svolítið skemmtilegt. Já. Getur verið jólasveinn næst. Já, einmitt. Og hvað ætlaði að gera? Ætlaði að segja okkur öll 5 nöfnin eða ætlaði að segja okkur? Já, við erum svona búin að tína til held ég þeir flest sem voru svona komist lengst. Maður stöndi fleirum með það. Snjólfur var líka nokkuð sterkt. En hvað? En á hverju byggið þetta val? Ég vil ekki segja hver hafi haft sína forsendur, það var nú dálítið þannig sko. Og svo kom þetta svona heim og saman og líka hugsa sko framtíðina og líka hugsa að mögulega, að því ég kannski heyrt umræðu það núna að það er ákveðna kröfur að þetta veri ekki alltaf snjókall. Og þá svolítið mikilvægt að nafni geti kannski átt við eða sé þjált fyrir bæði kynin. Það skiptir máli. Éljagaur einhvern veginn, við vorum ekki alveg skvert að fara með það ef það nú stúlka á næsta ári. Síðasti snjókall hét Frosti. Já. Þannig að það kemur vantilega ekki til greina það núna. Það var kælismiður Frost líka sem var að styrkja þetta þannig að það var tenging þar. Það verið svolítið skrítið að fá 300 tillögur og segja, saman fyrir. En það kom vissulega með í tillögunum. Það er gott nafn. Þannig að jafnréttisbaráttan hefur skilað því að næst verður snjókallinn Kerling. Það er allavega möguleiki. Það er möguleiki. Nafni býður upp á það. Spennandi. Og endanum er ekki rétt, sko, má ekki segja María, að við sáum fyrir okkur að snjókall með þetta nafn gæti verið sonur Éljagangs. Nú er ég orðið svo spennt að við bara verðum að vinda fyrir í þetta. Komið með nafni. María, gjör svo. Þú afhjúpar þetta. Nafnið það er Muggur. Já. Muggur? Já. Muggur heitir hann. En eitt veðrabrigði líka. Já. Hvers slags veður er Muggur? Þetta vorum einmitt svona aðeins að kanna það. Þetta er svona kannski ekki alveg einhlít skýring en þetta er vetrar, svolítið rakt, svolítið þoka, svolítið svona snjómugga og kannski lýsi líka þeim aðstæðu sem voru þegar við vorum einmitt að setja hausinn á kallinn. Það var nefnilega búið að vera svo frábær snjór, kom hann að smá hlýndatímabil en svo er aftur komin. Ég mann eftir að hafa heyrt mugga sko hjá afa sem að vissi mikið verið. Já, þetta er í raun og veru grunninn sko kvenkynsorð, mugga. Þannig að þetta er svona leikur að búið að snúa muggu yfir á mugg. Orðaleikur og jafnréttisbarátta og Guð má vita hvað. Hver átti? Það er nokkuð verra úr því þetta er snjókall að í grunninn skuli nafni vera kvenkyns. Það er þá ennþá frekari ástæða til þess að huglega að það kannski fæðist kona á næsta ári.
Næ, Þetta mjög spennandi. Og hver? Það ekki undankomin leið fyrir Finn núna til að gera konu. Já, Finnur Aðalbjörnsson það er ákveðin pressa, það er ákveðin pressa. er sem sagt sá sem á kannski við vanda því að gera hann Yfir smiður. yfir Já, smiður. já, Snjókarl. hann er alveg ómissandi og alveg snjókalla gerðamaður Íslands Já. með meiru. En hver sigraði nú? Heyrðu, þetta voru 2 sem kom með þessa tillögu og við dróum vinningshafan á milli þessara 2 sem kom með þessa tillögu og það er hún Anna Sigurbjörnsdóttir sem er hér á Akureyri. Já. Þannig að hún fær sem sagt veglegan kassa af allskins gómsætum ís frá MSIs og síðan eitthvað gómsætt súkkulaði með frá Nova Sirius. Já, glæsilegt. Skemmtilegt. En við verðum að koma því að við skiljum við ykkur. Hvað er að vera helgina á Éljagangi? Það er bara alveg heill hellingur. Það er alveg ótrúlega margt. Já, það má kannski einna helst nefna í kvöld er á torginu, eða seinni partinn í dag, þá er DC brettakeppnin á Ráðhústorgi og það er mjög skemmtilegu viðburður og hvetjum fólk endilega til að mæta. Og á morgun verður, já, þá er bara heilmikið, það er sleðaspyrnan upp í Hlíðarfjalli kvöldið, það eru sleðahundakynning á Hömrum upp við Kjarnaskóg og síðan er Hraðabrunnámskeið, hvað var það? Hraðistumaður Íslands. Já, já. Ég er líka að velta, ég ætla að vera í Hlíðarfjalli á morgun og hinn, sko. Já. Ég er að spá í hvort ég að skella mér á námskeiðið. Hraðistumaður Íslands. En það er sem sagt til þessi bæklingur. Það er áhugasama til að Og sem kynna alltaf í éljagangur.is. Og það er eiginlega ekki hægt að tilnýta allt upp. Það er nú bara einfaldlega þannig. Það er bara einfaldlega þannig. Endilega að koma til Akureyrar á Éljagang, en það er smá samkeppni við ykkur, því að vetrarhátíð í Reykjavík er að ljúka þar og Sónar er að byrja. Tónlistarhátíð í Reykjavík. Og við vorum með smá leik í tengslum við það og Já, kannski bara segja, ég ætla að segja kannski aðeins frá því að við vorum sem sagt með leik og vorum með Facebook-leik, fólk skrifaði inn á Facebook-síðun okkar á N4 hverju þau myndi vilja bjóða með sér til Reykjavíkur á vetrarhátíð og í vinning voru farseðil fyrir 2 til Reykjavíkur, gisting á Icelandair Hotel, Reykjavíkur Passinn sem sagt á söfn og strætó og allt sem að sund og þess aftar og miðar á tónlistarhátíðina Sónar og við fengum hann Siguróla, félag okkar, til þess að fara og banka upp á hjá dömunni sem að vann. Við erum stödd hérna fyrir utan stapasíðuna þar sem hún Anna María vinningshafi býr og við ætlum að athuga hvort hún sé heima. Komum við okkur. Anna María, já, komdu sæl. Þú varst hérna að vinna gjafabréf á vetrarhátíðinni í Reykjavík. Já, frábært. Í leik á N4. Já, frábært, takk fyrir það. Þetta er æði. Hvernig líst þér á þetta? Bara ótrúlega vel. Flug og gisting og... Ég neyðist bara til þess að fara að kynna mér dagskrána á þessari hátíð eiginlega. Og hvað ætlar að taka með þér? Herru, ég er bara ekki búin að ákveða. Ég sagði ekki einu sinni manninu mínum frá því að ég hefði tekið þátt í þessu. Þannig að ég bara veit ekki alveg hvernig ég ætla að ráðstafa þessu. Þetta er... Ég tek einhvern með mér. Þetta er á valentínsdaginn. Já, þetta er bara núna, þetta er næstu viku. Já, það ekki. Núna? Núna, þessari viku. Já, bara á morgun. Já. Já. Ég þarf að fara að ákveða þetta. Ég hef kvöldið. Er það ekki? Jú. Þannig að þú ert ekki búin að ákveða hvort það veri kannski skvísuferð eða hvort það taki kallið með þér? Ég veit það ekki. Mér finnst ég alveg eiga að skilja að fara. Mér finnst kallinn kannski líka eiga að skilja en ég þarf bara aðeins að melta þetta. Heldur hann ekki tvúlið til skilja eftir innan? Nei, ég held að vera freka fúllir ég hef dottið að taka þátt í þessu vilsu. Nei, ég ræði þetta við hann. Ég er orðlaus. Þetta er ótrúlega óvænt. Ég vinn aldrei neitt. Ég þarf greinilega að fara að taka ofta þátt í einhverju svona. Það er alveg klárt og innilega til hamingju og njótið þið vel. Takk! Getur nokkuð passa fyrir mig börnin á meðan ég er burtu? Við getum að geta fundið eitthvað til þess. Já, það er frábært. Herðu, þetta er æði. Takk æðislega. Takk.